Herdís Anna Jónasdóttir, vertu hjartanlega velkomin hingað á sönghátíð í Hafnarborg. Takk fyrir. Mér langaði til þess að spyrja aðeins svona hvenær og af hverju þú byrjar að syngja. Ég hugsaði bara við það því að það var gaman. Ég var Já. svo rosalega lítil, ég held ég hafi verið að syngja bara frá því ég var smábarn. Já, Og ég held ég hafi byrjað í barnakór því ég var svona 5 ára og ég man ekki eftir mér öðruvísin en syngjandi. já, Og ég læri á fiðlu og píanó, en söngur og leiklist var einhvern veginn svona aðal áhugamáli. já, Ég söng rosalega mikið með bestu vinkonu minni, Þórunni Örnu, leikkonu. já. Við vorum með svona dúó og sungum alltaf þegar forsetinn kom í heimsókn eða í ammælum og svona, og mamma spilaði undir með okkur. Þannig að ég er einhvern veginn búin að vera að syngja og koma fram bara frá því ég man eftir mér. Já, þannig að þú hefur mikla reynslu alveg frá barnæsku í rauninni. Í rauninni, já, alltaf var að koma fram á svið. En þá var þetta líka eitthvað sem var mjög náttúrulegt, mjög eðlilegur hlutur. Og varstu hvött til þess að syngja þá líka fjölskyldunni? Já. Já, eins og sko, pabbi skrifaði fyrir okkur lög og mamma spilaði undir og æfði með okkur og fann ný lög fyrir okkur að syngja, þannig að þetta var mjög, já, þetta var bara svona partur af lífinu, sko. Já. Á hvenær byrjar þá að læra að syngja, fara í söngtíma? Ég byrjaði að fara í söngtíma á Ísafirði í tónlistarskólanum hjá, ég held fyrst hafi ég verið hjá Ingunni Ósk Sturludóttur og svo var ég hjá Guðrúnu Jónsdóttur líka. Ætli ég hef ekki verið svona unglingur, bara rétt, ég man ekki hvort ég var ennþá í grunnskóla eða komin í menntaskóla. Já. En ég ætlaði aldrei að verða óperusöngkona. Nei. Mér fannst það einhvern veginn allt og mér fannst það gerfilegt og þú veist, 2 óperusöngvarar standandi fremst á sviðinu að syngja svona fannst mér einhvern veginn ekki heillandi. Nei. Og fannst það virka bara, já, gerfilegt. Já, ég er reyndar alveg sammála, Já. sko. Þið lentu samt í því saman. Já, mér finnst þetta náttúrulega ennþá oft. Já. En óperan er að breytast rosalega mikið og Já. leikhúsið, fyrir mér er ópera svo mikið leikhús. Já. Það er ekki bara söngurinn, heldur blandast þetta saman. Mér langar eiginlega að vera að syngja söngleiki. Já. Þegar ég var barn. Mhm. Ég hugsa ég hef ákveðið það þegar ég var svona 6 ára og sá Söngvarsvið í Þjóðleikhúsinu. Já. Þá var það bara draumurinn. Og var það svolítið svona Julie Andrews Já. repertoárið sem þú varst að syngja? Eða Já, hvað? Julie Andrews og mér fannst líka Judy Garland æði og sko allt sem Já. Gene Kelly var í Já. og stepp og dans fannst mér bara alveg geggjað. Já. Mjög heilluð af því. Svo þróaðist þetta meira til leikhús bara og í menntaskólanum tók ég mikinn þátt í leiklistinni. Já. Var í öllum sýningum í menntaskólanum og svona. Og hvert fórstu í menntaskóla? Á Ísafirði, Ísafirði, já. Ég var bara þar fram yfir útskrift í menntaskóla. Og sótti svo í Listaháskólann, Já. bæði í leiklistadeildina og söng. Söng var bara svona til vara, Já. en svo komst ég auðvitað ekkert inn í leiklistadeildina, sem er náttúrulega mjög erfitt. Já, þar varstu heppin. Já, Ég held það. Þetta voru bara, Já, það voru örlög. já, örlögin gripu taumana. Svona frábær sönguna, ég veit ekki Já. náttúrulega hvernig maður segja verið Og sem ég leikona. eiginlega datt bara inn í óperusöng. Ég Já. datt þarna inn í söngdeildin í Listaháskólanum Já. og ég var ekkert að taka það mjög alvarlega. Nei, En ég var ok. með mjög góðan kennara, Elisabethu Ellings, Já. og þetta, sko, ég var einhvern veginn bara leidd áfram Já. á þessu braut sem ég held ég hef alltaf átt að fara á en ég vissi það bara ekki. Nei, einmitt. Og hún hvatti mig til að fara til Salzburgar Já. sem Erasmus-nemi og þar eiginlega fyrsta skipti áttaði mig á því að þetta væri eitthvað sem að mér gæti þótt. Bara, eða mér þótti það æðislega spennandi allt í einu. Já. Bara fullt af ungu fólki að læra óperusöng og virkilega stefna að því sem atvinnugrein. Ég sá þetta ekki, ég þekkti þetta ekki sem atvinnugrein en á Íslandi. Nei. Komandi frá Ísafirði. Mhm. Bara sá ekki fyrir mér líf í þessu, sko, bara ég þekkti það ekki. Nei, einmitt. Og svo fórst í framhaldsnám eftir Listaháskólann, er það ekki? Jú, Til Þýskalands? Já. Já. ég fór til Berlínar, Mhm. komst þar inn í Hans Eisler og átti þar svona upp og niður tíma. Það Já. var mjög erfitt oft að ég vissi heldur ekki ennþá hvað ég var að gera. En ég lærði mjög mikið Já. á þessum tíma og var þar í nokkur ár og fór svo til Zürich í 1 ár í óperustúdíóið og var svo heppin að fá starf, fastráðningu við leikhúsið í Saarbrücken. Já, frábært. Og Já. hefur verið að syngja ýmis hlutverk þar.
Já. Og mér langaði einmitt svolítið að spyrja þig út í sko, þína raddtípu og þau hlutverk sem að þú hefur sungið. Og og ég veit, þó ég hef ekki séð uppsetninguna sjálf, að þegar þú söngst hjá Íslensku óperunni, að það gekk rosalega vel og fólk var mjög hrifið af söng þínum. Og hvernig finnst þér að syngja það hlutverk? Mér fannst það æðislegt að syngja það hlutverk. Og það hlutverk var sem sagt Violetta í La Traviata. Já. Sko, það hlutverk Verdi skrifar svo vel fyrir röddina að mér fannst það bara fljóta út úr mér. Já. En það auðvitað erfitt, ég er með svona rödd í léttari kantinum fyrir Traviata, sérstaklega fyrir fyrri hlutan. En svo eru dramatískar raddir sem er erfiðar með lokin, eða þetta er rauninni margar raddtípur í þessu eina hlutverki sem koma fyrir. Þannig að Violetta er svolítið tricky, og raddlega sér fannst mér það ekkert mál. Nei. Það er svona meira það að komast í gegnum hljómsveitina og skila dramatíkinni til skila, og maður þarf að vera svolítið þykkur og dramatískari sérstaklega í fyrri partinum. Fyrsti þátturinn fannst mér eiginlega erfiðastur. Líka bara þá maður ennþá komast í gang. Það er erfiðara fyrir svona léttari rödd eins og mig. Já, og hvernig rödd ert þú þá með? Þú segir okkur aðeins frá þinni rödd. Það er margir reyna að setja mann í box. Ég myndi segja svona léttur lýrískur sópran með koloratúr. Já. Og hver eru þín þá svona aðalhlutverk sem þú hefur sungið og draumahlutverk? Það sem ég hef ekki sungið og er draumahlutverk, það er Sophie Rosenkavalier. Við dreymum að syngja það. Bara dásamleg tónlist. Svo hef ég sungið Verdi-hlutverk, þar hef ég sungið Óskar í Grímuballinu og Nanettu, það var líka æðislegt. En ég hef líka sungið svona súbrettu-hlutverk, Adele og svona óperettu-hlutverk, hvað hef ég? Nú mann ég náttúrulega. Við lesum svo ævi okkur við. En segðu mér alltaf einhver áhyggjur að segja, við lesum ævi okkur við. Sko. Nei, en hvernig hugsar þú söngtækni eða hvað hefurðu lært? Hvað geturðu sagt mér svona, eitthvað mér og þeim sem eru að hlusta og horfa á þetta viðtal? Hvernig virkar röddin og hvað er söngtækni? Söngtækni er eiginlega bara ákveðið tæki til að hjálpa manni þegar maður er upp á sviði að framleiða sem mest og fegurst hljóð, með sem minnstri fyrirhöfn, kannski. Allavega fyrir mér, maður þarf að vera svo slakur, en leið líka mjög virkur. Þetta er íþrótt að syngja, við erum eins og íþróttamenn og maður þarf að vera í rosa góðu formi og rosa heitur og virkur og sérstaklega þetta svæði þarf að vinna hérna niður. En hérna upp, ég þurfti allavega að hafa þetta alveg mikið fyrir því að vera ekki að vinna hér. Ég var alltaf styðja með öxlunum eða stíf eða með kjálkanum eða tungunni. Þetta þarf alltaf að vera bara slakt og ég rauninni á manni bara að líða vel. Og það hjálpar mér að hugsa bara að njóta og að túlka það sem ég er að syngja og syngja textan. En þá þarf ég náttúrulega búin að vera búin að gera alla undirbúningsvinnuna. Líkamlegu vinnuna, þannig að það líkaminn fari svolítið bara á autopilot og maður sé samt viðbúin að bregðast við öllu sem að gerist. Og hvað geturðu sagt mér hvernig þú hugsar söngtækni svo líkamsstöðu eða stuðning eða opnun eða plaseringu eða svoleiðis hluti? Líkamsstaðan þarf bara að vera þannig í rauninni, ég held að maður getur sungið í nánast hvaða stöð sem er. Ef maður ef það er kraftur í manni, ef maður er svona lifandi og það þarf að vera svolítið opin, eins og opin súla. Að loftflæðið, öndunin er náttúrulega grundvallaratriði og loftflæðið þarf að vera hindrunarlaust. Það þarf sem sagt, það má ekki vera spennan eins staðar í líkamannum og maður þarf að geta haft stjórn á því sem maður er að gera. Plasering, ég hugsa að voru mikið ofanfrá, kannski. Og þá yfir allt raddsviðið eða helst er að þú ert að syngja hestunum? Já, en ég þarf, miðsviðið er eiginlega mikilvægast fyrir mig, að það sé jafnt. Þá kemur hitt svona bara dálítið með. Þannig að vinnurðu meira þá miðsvið raddarinnar frekar en kannski gera miklar æfingar í... Ég ger ekkert miklar æfingar upp í hæðina. Nei. Það er ég er sópran og hæðin er bara þarna.
Og hvað ferðu hátt upp? Á góðum degi get ég farið upp á G. Já, ok, fyrir ofan F sem nætudrottningin Já, en það á mjög góðum degi. Og ég hef sungið nætudrottninguna, en F-in eru ekki alltaf annað. Þannig að ég svona forðast það er ekki alveg mitt. Og hvað gerirðu eitthvað sérstakt til að syngja svona rosalega háar nótur? Alveg fyrir ofan háa C? Þá þarf ég fyrst að fara að vinna, hita miðsviðið dálítið vel upp. Já. Og svo fer ég og stækka, sem sagt þegar ég er að gera æfingar, söngæfingar. Já. Þá byrja á miðsviðinu og svo fer ég stækka í alltaf sviðið sem ég er að vinna með. En ég ger ekki margar æfingar þarna upp í Nei, finnst þér að þreyta þig að syngja of mikið? Já, ég bara þarf heldur ekki að æfa það. Já, einmitt. Það er bara nóturnar eru þarna eða þær eru ekki þarna. Já. Og það fer stundum bara eftir hvar ég er í tíðarhringnum, til dæmis, eða bara finnst þér röddin þá stundum vera lægri og svona? Já, hún er þyngri. Þá er eins og allt sé svolítið þéttara og líkaminn vill ekki vinna með eins vel. Hormónarnir eru náttúrulega að breytast yfir tíðarhringinn og það er einmitt margt sem að, sumar söngkonur vita ekki eða kannski frekar aðrir heldur en söngkonurnar sjálf, það er kannski vita af þessu. En ég man sjálf þegar ég var að læra söng og mér var bent á þetta og var alltaf að lækka og svona á ákveðnum tímabilum svona í tíðarhringnum. Finnst þér það líka, finnst þér eins og það hafi einhver áhrif á hvort þú syngir falskt eða hreint? Eða finnst þér þetta aðalega bara að vera svona þykkt í röddinni? Ég veit ekki hvort, mér finnst það aðalega þykktin og ég fyrir að ýta meira, mér finnst það er eins og röddin komist ekki út úr hálsinum á mér og það fyrir að ýta meira sem hjálpar ekki, það er náttúrulega bara óhollt og vinnur gegn mér, þannig að ég fyrir að hafa meira fyrir því, þannig að ég þarf að vera mjög meðvituð á tíðarhringnum eða þegar ég er á túr að slaka meira á jafnvel, fara ennþá meira í jarðtenginguna og ekki reyna að ýta í gegnum þetta. Nei, einmitt. En hvað segirðu með svona raddsviðin, kannski svona höfurödd og miðrödd og brjóströdd? Líður þér vel á öllum raddsviðum eða viltu helst vera í höfurödd, notarðu brjóströddina líka? Mér finnst þessi skipti, mér er alltaf flott verið svolítið erfið. Ég veit ekki, ég held að þetta sé mjög mismunandi eftir söngurum, þótt að sumir er ekkert í vandræðum með þetta, en fyrir mig var þetta alltaf svolítið, ég finn fyrir skiptunum. Mér finnst eiginlega best að vera í höfurödd eða bara á miðsviðinu, en akkurat að skipta þarna yfir er svona... Og hvar skiptirðu? Ég er upp í höfuðtóna kringum D, D, E, S, E þar og niðri svona á C, H, C, cirka. Einmitt, já. En hvað í sambandi við brjóströdd, þegar því að þú ert lýriskur, sópar eins og þú sagt, og svona í léttari gerðinni með kóluratúr. Sumum þannig raddgerðum líður ekkert rosalega vel að fara niður í brjóströdd. Hvernig líður þér og hver eru þínar hugmyndir í sambandi við það raddsvið og að fara niður? Mér finnst erfitt að gera það fallega. Og það er svolítið leiðilegt, maður vill geta gert það vel og svona smúð, en það er reynist mér stundum svolítið erfitt. Og það er frekar þegar að syngja nútímatónlist, þá finnst mér það ekkert mál. En ég finna líka að stress eða þegar ég er á sviði, þá er ég erfiðara með það heldur en þegar ég er að æfa mig heima. Þannig að þegar ég er að undirbúa mig, þá þarf ég ofta plana það að fara niður í brjóst kannski hálftóni hærra heldur en ég myndi gera heima hjá mér. Að því ég finn að brjóströddin fer fyrr. Þegar ég er búin að syngja mikið uppi á sviði. Heldur en þegar ég er bara heima í stofu að æfa mér. En núna svona svolítið öðru í sambandi við þitt nám. Fannst þér svona mikil breyting á söngtækni eða þurftir að aðlaga þig mikið þegar þú fórst frá Íslandi til Þýskalands? Þegar þú fórst í framhaldsnám? Eða hélstu áfram á sömu braut? Ég hélt eiginlega áfram á sömu braut, en bara miklu meira. Það var svona, hér var svona stelpulegri, ég var svona stelpulegri og söng bara minni rödd meira og ég þurfti svona aðeins að fara upp á næsta level, kannski. Og ertu ánægð með að hafa farið til Þýskalands? Já. Það er
hvað segir maður, ups and downs. Það Já. bæði svona... Myndirðu mæla með því, sko, ef allir dæmis ungir söngvarar eru að horfa á þetta viðtal og eru svo, hvað á ég að gera, hvert á ég að fara og svona. Já, endilega. Já, og af hverju þá? Sko, fyrsta lagi gott að læra þýsku. Já. Og í öðru lagi þá rosalega margt að vera þar. Það hægt að fara á tónleika og leikhús, ekki kannski í augnablikinu í COVID, en það rosalega margt að vera og það eru bara margir listamenn sem maður getur lært af og kennarar og maður getur sótt sér svolítið kannski það sem maður telur sig vanta eða það sem maður vill. Já. Ég myndi vanda valið á kennara og kannski svolítið bara hugsa fyrst út frá sjálfum sér, hvað vil ég, hvað vantar mig, hvað kann ég ekki, hvað vil ég læra og elta það. Ekki bara fara í þennan skóla því það eru rosalega flott söngvarar sem eru þar. Kannski jafnvel... Þið herdið sannlega fólk. Nei, einmitt, ekki bara fara að vanga þess vegna. Nei. En er einhver svona önnur ráð sem að þú myndir vilja gefa ungum söngvurum eða þeim sem eru svona hugsa að fara að læra að syngja eða eru að læra að syngja og velta því fyrir sig hvort þeir að fara út í þetta eða ekki og hvert þá? Gera eitthvað annað. Nei, alls ekki. Þetta er besta starf í heimi þegar maður hefur eitthvað að gera. Já. En þetta er erfitt. Ég vil bara minna það, þetta er heilmikið vinna og hark, en það er náttúrulega mjög gefandi og maður þarf að vera svolítið auðmjúkur og muna bara af hverju maður er að þessu og hugsa tónlistina. Já. Heyri, takk kærlega fyrir þetta viðtal og ég hlakka bara mjög mikið til þess að hlusta á þig syngja lög eftir Jón Ásgeirsson á heiðurstónleikum til heiðurs Jóni Ásgeirssoni og gangið þér sem allra best áfram. Fyrir.